Og hvað var það eftir, eða þú veist, þessi læknir hann úti, hann fór með þér yfir þetta og komst hann þá að einhverju vandanum? Já, ég meina þá þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera ferli eins og kannski vísindalegt ferli á alltaf að vera. Já. Þú veist að við förum að taka myndir og förum að finna, já, þetta úr stað, þetta er að gerast efstilegur höfukúpu og snúinu stað og endanum þá er ég með 20 áverka, svona litla og stóra, sko, upp alla hryggjasúluna. En þannig erum við svona að byrja að taka púslið sundur, sko, byrja að skilja það. Og erum að skilja litla parta í einu og læra all fræðin í kringum það á sama tíma, þú veist, þannig að það var algjör svona móka skurð, sko, læknisfræðilega og vitsmunalega. Og við gerðum það í 2 ár og ég fell Þýskalands líka og að tala við, þú veist, það sem margir skilja ekki, sko, í samtalinu sem hefur verið mjög fallegt, annars vegar frá almenning. En svo líka hefur maður fengið alveg svona gusurnar yfir sig, sko, hvort maður þykist vita betur en heilbrigðiskerfið og bara þetta er ekki són sem ég hef nokkuð tíma valið mér að fara inn í til þess að þurfa að vera að tala nokkuð mannum, skilur ég bara margt skemmtilega að gera heldur þetta, sko. En í Þýskalandi þá fæ ég beiðni að koma heim til Íslands og þeir ætla að gera við fótinn á mér. Og það er svona þar sem að það verður mér svona fænali ljóst að þá erum við búin að skilja hvað að, alveg niður í dítel, við erum komið með kenningu sem er bara studd með röntgenmyndagögnum. Já, við vitum að þetta er sjaldgæft, já, þetta er óalgengt, já, þetta er skrítið, þetta passar ekki inn í ferlan ykkar, þið hafa ekki séð þetta áður, en þetta er samt svona. Og það var eftir að vera búin að tala við mörg hundruð sérfræðinga í heiminum og mikið af, sko, leiðandi vísindamönnum eins og fyrir yfirmann heila- og taugaskurðdeildar og hryggjar- og bæklunarskurddeilda Karolínska sem að jafnvel á Íslandi er talin vera einn besti skóli í heiminum og háskóla sjúkrahús. Þú veist, og við vorum búin að fara þangað og fá hann til að fara yfir kenningarnar og sjá hvort að það var eitthvað, þú veist, þannig að það var alveg vita á þessum tímapunkti þetta er það sem er að, sko. Er það íslenskur læknir? Nei, hann er sænskur, sá, og var sjálfstætt starfandi eftir að vera búin að vera yfir hann í 20 ára á Karolínska. Þá var hann búin að færa sig yfir á þú veist, en hann hafði bara ákveðin þekking og vísaði mér svo næsta svona superspecialista sem hann þekkti sem var á Indlandi og svona fetu við bara hvert gaurinn á fætur öðrum, sko. Og þegar við komum til Íslands að þá vorum við eftir 2 ár af stanslausi vinnu í raun og veru 7 ár með öllu sem ég þurfti að læra næringafræði og allt drastlið þar á undan og endurhæfingaræfingar, fari gegnum öllu þessi heilbrigðiskerfi mörg hundruð sinnum, þú veist, á víðsvegar heiminn og Íslandi, þú veist, bara ég veit ekki hversu oft ég fór á bráðamóttöku 13 sinnum, 27 sinnum á heilsugæslu, þú veist, þannig að maður var farin að fá mjög mikla innsýn inn í hvernig þetta virka allt saman.